Hæ og verið velkomin í kraftmeiraflæði. Við ætlum að byrja að koma okkur fyrir fremstu dýnunni og byrja standandi. Og við ætlum að gefa okkur smá stund í að beina athyglinni í átt að önduninni og bara aðeins að finna fyrir líkamanum. Og finna hvernig hverinn og bringan lyftast á innöndun og dragast saman á útöndun. Á næstu innöndun ætla að teygja handleggi upp og út. Og útöndun leggja okkur rólega saman. Á innöndun lengjum við hrygginn. Og á útöndun stígum við aftur í hundinn sem horfir niður. Og gefum okkur alltaf smá stund í að koma okkur fyrir í stöðunni. Göngum hæglega upp og niður til skiptis. Mýkjum kálfana. Þrýstum fingrunum vel í sundur og lengjum hrygginn í báðar áttir. Stöðum síðan hreyfinguna á hælunum og leyfum þeim bara síga eins langt niður eftir dýnu og þeir komast í dag. Drögum svo djúpt inn andann og frá andanum leyfum hnjánum að síga niður eftir dýnu og við komum á 4 fætur. Stillum okkur aðeins af, þannig að við pössum að hafa hnén beint undir mjöðmunum og lófa beint undir öxlum. Við byrjum sá því að anda frá, mynda krippu og þrýstum herðablöðunum vel í sundur. Drögum svo andan að, fettum bakið, opnum bringuna og lítum upp. Og öndum frá, mynda krippu. Og höldum svona áfram í takt við okkar öndun og okkar hraða og mýkjum bakið. Endum svo næst í fráöndun, þrýstum herðablöðunum vel í sundur og leiðum svo bakinu að koma í hlutlausa stöðu. Stingum svo tánum undir okkur og lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður. Tökum einn djúpan andardrátt hér. Við lítum síðan fram milli handa og stígum eða stökkum frá. Og að innöndun reisum okkur rólega við. Og útöndun leggjum við lófa saman fyrir fram bringu. Drögum andan að til handleggi upp og út. Og frá andan leggjum okkur rólega saman. Öndum að lengjum hrygginn. Og útöndun stígum við að stökkum aftur í planka. Við tökum tjáttaranga að tánum með hnjánum. Öndum að henni svann og öndum frá henni í hundin sem horfir niður. Á innöndun lyftum við hægra fæti upp og aftur. Á útöndun stígum fram milli handa, komum inn í hlaupategina og leiðum vinstra hné að síga rólega niður í dýnu. Reisum okkur við og leggjum lófa ofan á hægra hné. Og hér ætla að lega mjöðmunum að síga rólega niður. Þannig að mjúk teygja framan á vinstra læri eða vinstri nára. Við pössum að halda smá spennu í kviðnum til að passa mjóbaki okkar. Leggjum svo handleggi niður með frá síðum og að innöndun teygum báða handleggi upp og útöndun teygum hægri handlegg ská aftur og vinstri handlegg ská aftur. Þannig að við opnum hér inn í vinstri síðu. Þannig að mjúk teygja. Jafnvel alveg frá vinstri öxl niður í vinstra hné.
komum svo rólega tilbaka. Leggjum lófa í dýnu, stingum tánum á vinstra fæti í dýnu og lyftum okkur upp í planka. Tökum tjáttaranga að tánum að hnjánum. Öndum að inn í svann og öndum frá inn í höndin sem horfa niður. Á innöndin lyftum við vinstra fæti upp og aftur. Á útöndin stígum fram milli handa. Komum inn í hlaupategina og lefum hægra hné síga rólega niður í eftir dýnu. Reisum okkur við og leggjum lófa ofan á vinstra hné. Við lengjum vel hrygginn hér og lefum mjöðum að síga rólega niður. Leggjum svo handlegginn niður með fram síðum og á einundum tegjum við báða handleggi upp og útundum tegjum vinstri handlegg ská aftur og hægri handlegg ská aftur. Þannig við opnum inn í hægri síðu. Og athugum hvort við náum að lengja öndunina aðeins. Komum svo rólega tilbaka. Leggjum lófa í dýnu, stingum tánum á hægra fæti í dýnu og lyftum okkur aftur í planka. Tökum tjáttaranga að tánum með hnjánum. Öndum að inn í svann og öndum frá henni í höndin sem horfa niður. Tökum eitt djúpan andardrátt hér. Drögum svo andan að og frá öndin ætlum við að síga rólega fram í planka, mynda smá krypu. Á innöndin lefum okkur að síga rólega niður í svann og útöndin lyftum okkur upp í höndin sem horfa niður. Öndum að og frá öndin sígur rólega fram í planka. Þrýstum herðablöðin við í sundur. Á innöndin sígur rólega niður í svann og útöndin lyftum okkur upp í höndin sem horfa niður. Gerum þetta einu sinni, drögum djúpt inn andan. Á útöndin sígur rólega fram í planka. Þrýstum herðablöðin við í sundur. Öndum að, komum inn í svann og frá öndin lyftum við upp í höndin sem horfa niður. Við lítum síðan fram milli handa og stígum eða stökkum fram. Á einundin reisum við rólega við, tökum handleggi hátt upp og útundin leggjum við lófa saman fyrir frambringu. Drögum svo andan að, tökum handleggi upp og út. Á útundin leggjum við okkur rólega saman. Öndum að lengjum hrygginn og útundin stígum við aftur í planka. Leggjum tjáttaranga að tánum að hnjánum. Líka velkomið að fara beint upp í hönd. Á innöndin lyftum við sem hægra fæti upp og aftur. Á útöndin stígum fram milli handa. Komum inn í hlaupategina. Og hér ætlum við að reisa okkur rólega við. Velkomið að minnka eða breikka bilið hér. Finnum bara hvað hendar okkur. Þessum að þrýsta hægri meðunni vel aftur og vinstri fram. Hægri hné beint frá hægri ökla. Á einundin tegjum við báða handleggi upp. Á útundin ætlum við okkur að síga rólega niður í eftir dýnu. Bara eins langt og hendar okkur. Og öndum að reisum við. Og útundin sígur rólega niður. Öndum að komum upp og öndum frá síðan niður. Og einu sinni enn og næstu frá öndum. Sígur rólega niður. Öndum að komum upp. Og frá öndum leggjum við lófa í dýnu. Stígum aftur í planka. Tökum tjáttaranga að tánum að hnjánum. Öndum að inn í svann. Og öndum frá henni í höndin sem horfa niður.
Tökum einn djúpan andardrátt hér. Athugum hvernig öndunin okkar Á næstu innöndun lyfti sem vinstri fæti upp og aftur. Á útöndun stígur frá milli handa. Komum inn í hlaupategina. Og reisum okkur rólega við. Og aftur hér bara breikum eða minnkum bilið. Eins og okkur hendar. Passum að halda smá spennu í kviðnum. Hryggurinn beinn og langur. Og innöndun teygjum báða handleggi upp. Líka velkomið að hafa hendur á mjöðmum eða beint fyrir framan okkur. Og útöndun sígur rólega niður, bara eins langt og hendur okkur. Og innöndun reis okkur rólega við. Sígum rólega niður í næstu fráhendun. Öndum að koma upp. Öndum frá sígum rólega niður. Öndum að koma upp. Og eins og enn sígum rólega niður, kannski örlítið lengra heldur en áðan. Reisum okkur rólega við. Og fráhendun leggjum við lófa í dínu, stígum aftur í planka. Tökum tjáttu ranga á tánum með hnjánum. Öndum enn í svann. Og öndum frá henni í höndin sem horfir niður. Og tökum einn djúpan andardrátt hér. Á næstu innöndun lyfti sem hægra fæti upp og aftur. Á útöndun stígur frá milli handa. Og við reisum okkur upp í stigsmun 2. Og leyfum okkur aðeins að síga niður hér. Lengjum vel hrygginn í báðar áttir. Teygjum handlegg í báðar áttir. Höldum smá spennu í kviðnum. Og athugum hvort að axlirnar séu ekki örugglega samsíða. Meðan hér ætlum við ekki að snúa neitt upp á hrygginn. Og snúum síðan hægra lófa upp. Og innöndun teygjum hægra handlegg hátt upp og aftur. Vinstri handleggur kemur aftur á vinstri fótlegg. Og útöndun komur rólega tilbaka. Á innöndun teygjum vinstri handlegg upp og yfir. Hægra handleggur kemur ofan á hægra læri. Og útöndun komur rólega tilbaka. Og einu sinni enn drögum andan að teygjum hægra handlegg upp og aftur. Og útöndun komur rólega tilbaka. Öndum að teygjum vinstra handlegg upp og yfir. Og útöndun komur rólega tilbaka. Við leggjum síðan hægra lófa niður í dínu fyrir innan hægri fótlegg, teygjum vinstra handlegg beint upp. Og stöldrum aðeins við hér. Getur líka verið gott að hafa kubb hérna undir handleggnum. Eða aftur hendar. Það getur verið nóg að halda hér. Fyrir þá sem vilja ganga þess lengri. Velkomin að binda. Hægri handleggur fer þá undir hægra læri og vinstri handleggur fyrir aftan bak. Athugum svo hvort við náum að grípa handleggi saman. Og öndum rólega hér. Leggjum síðan hægri lófa aftur niður í dínu, teygjum vinstri handlegg upp. Reisum okkur rólega við. Og við skulum rétta rólega úr hægra fæti hér. Á innöndun teygjum við hægri handlegg fram. Og útöndun leyfum okkur síga rólega niður, komum inn í þríhyrning. Og getum lagt hægri handlegg ofan á hægri fótlegg bara þar sem okkur hendar. Og teygjum vinstri handlegg hátt upp. Og hér mikilvægt að passa að opna bringuna. Ekki að missa hana niður í átt á dýnunni. Á næstu innöndun reisum við sem rólega við. Við beygjum hægri fótlegg. Leggjum lófa í dínu, stígum aftur í planka. Og tökum tjáttu ranga á tánum með hnjánum. Öndum að í svann. Og öndum frá henni í höndin sem horfir niður.
eitt djúpan andardrátt hér. Á innöndun lyftu síðan vinstra fæti upp og aftur. Á útöndun stíga fram milli handa og rísum okkur rólega við í stríðsmót 2. Og eins hér breikkum við að minnkum byrið og milli fótleggja bara eins og okkur hendar. Tegjum handleggi vel út í sikur áttina, lengjum hrygginn, spennum kviðinn örlítið. Snúum síðan vinstri lóð upp og innöndun tegjum vinstri handlegg upp og aftur. Hægri handleggur kemur aftur á hægra læri og útöndun komum við rólega tilbaka. Á innöndun tegjum við hægri handlegg upp og yfir, vinstri handleggur kemur ofan á vinstra læri og á útöndun reisum okkur rólega við. Og einu sinni til vinstri handlegg upp og aftur. Og útöndun komum við rólega tilbaka. Og innöndun tegjum við hægri handlegg upp og yfir og útöndun reisum okkur rólega við. Leggjum sér vinstri lófa í dýnu fyrir innan vinstri fótlegg. Tegjum hægri handlegg upp. Og stöldum aðeins við hér. Líka velkomin að prófa að binda. Leyfum þá vinstri handlegg að koma undir vinstra læri. Hægri handlegg aftan bak. Og athugum hvort við náum að læsa höndum saman. Og höldum áfram að lengja öndunina. Við leggjum sér vinstri lófa í dýnu, tegjum hægri handlegg upp og reisum okkur rólega við. Við réttum sér vinstra fæti og innöndun tegjum vinstri handlegg fram. Á útöndun leggur sig rólega niður og tegjum hægri handlegg upp. Við leggjum vinstri handlegg ofan á vinstri fótlegg þar sem okkur hendar eða leggjum hann niður í dýnu. Og við opnum bringunni vel hér. Við erum áfram að lengja hrygginn. Tegjum hægri handlegg svo langt og við mögulega getum út. Annars innöndun reisum okkur svo rólega við. Á útöndun beygjum vinstri fótlegg. Leggjum lófa í dýnu og stígum aftur planka. Og við skulum staldra aðeins við hér. Þrýstum herðablaðinu vel í sundur. Athugum hvort við náum að lengja öndunina. Líka velkomin að vera hnjánum ef það hentar betur. Finnum bara hvað hentar okkur í dag. Drögum svo djúpt inn andan og frá öndun tekum við tjattaranga á tánum með hnjánum. Öndum aðeins í svon og öndum frá inn í höndin sem horfir niður. Og tökum eitt djúpan andardrátt hér. Á innöndun lyftum sem hægri fæti upp og aftur. Á útöndun stígum fram milli handa. Komum inn í hlaupategina. Stöldrum aðeins við hér. Og leyfum mjöðmennum að síga rólega niður. Mjúk tegja framan á vinstra læri. Þrýstum síðan lófum þétt í dýnu og stígum aftur í planka. Tegum tjattaranga á tánum með hnjánum. Öndum aðeins í svon og öndum frá inn í hendin sem horfir niður. Á innöndun lyftum við vinstra fæti upp og aftur. Á útöndun stígum fram milli handa. Komum inn í hlaupategina og leyfum mjöðmennum að síga rólega niður hér. Lengjum vel hrygginn og athugum hvort við náum að finna mjúka teygju framan á hægra læri eða í hægri nára. Þrýstum síðan lófanum þétt í dýnu,
Stígum aftur í planka og tökum þjættaranga að tánum með hnjánum. Öndum að henni í svann og öndum frá henni í hundin sem horfir niður. Við lítum sér fram milli handa og stígum eða stökkum fram. Og hér ætlum við að leyfa okkur að hanga fram. Gefum vel eftir í hálsi og herðum. Getum beygt hnén aðeins til skiptis. Getum gripið þetta málpa ef við viljum. Þessum bara að gefa vel eftir í hálsinu þannig að höfuðið færi að hanga þungt fram. Reisum okkur sem rólega við. Og gefum aðeins eftir hér. Þú ætlum síðan að koma í stólinn. Og hér getum við annarkvort haft fótleggi alveg saman. Eða haft cirka mjaðmabreytt á milli. Finnum bara hvað hendar okkur í dag. Lengjum við hrygginn, spennum kviðinn aðeins. Drögum andan að. Og frá höndin fáum okkur sæti. Við getum oft handleggi beint fram, eða á mjöðnum, eða beint upp. Þessum bara hlusta á líkamann okkar. Við förum ekkert lengra heldur en hann er tilbúinn að fara í dag. Við drögum svo djúpt inn andan og frá höndin leyfa okkur séu örlítið dýpra og innöndin reisum okkur rólega við og leggjum handlegginn niður síðan. Gefum aðeins eftir hér. Stígum svo fremst á dýnuna. Drögum andan að, drögum handleggi upp og út. Áfram höndin leggja okkur rólega saman. Öndum að lengjum hrygginn. Og frá höndin stígum eftir planka. Tökum þjættaranga að tánum með hnjánum. Öndum að henni í svann. Og öndum frá henni í hundin sem horfir niður. Tökum eitt djúpan andardrátt hér. Og næstu frávöndur ætla sem leyfa hnjánum að séu rólega niður eftir dínu. Leggjum ristar í dínu, enni í dínu, handlegginn nema fram síðum. Og gefum eftir í nýjungbarnið. Og tökum nokkra djúpa andardrætti hér. Finnum hvernig við breiðum úr bakinu hvert skipti sem við drögum andan að. Við leggjum sér lófa í dínu og reisum okkur upp á 4 fætur. Og ætlum að búa okkur undir að koma inn í dúfuna. Þannig að innundir lyftum við hægra fæti upp og aftur. Á útundin beygjum við hægra hné í átt að hægri úlnlið. Leggurinn leitar yfir til vinstri og leyfum vinstri fótlegg renna rólega niður eftir dýnunni. Og hér getur líka verið gott að setja kubb eða púða undir hægri mjöðm eða hægra læri. Og gefum okkur smá stund í að koma okkur fyrir. Finnum þyngdarpunktinn í miðjunni, þá sem hann leki ekki óvart yfir til hægri eða vinstri. Svo þegar við erum tilbúin, það ætla að leyfa okkur siga rólega niður í átt að dínu. Það er eins og langt og hendar okkur. Þannig að mjúk teygja í hægri mjöðm og hægra læri. Og hér ætlum við að nota öndunin til að hjálpa okkur að gefa eftir inn í stöðuna. Og með hverju frávöndun leyfa okkur síga örlítið betur niður í átt að dínu.
Athugum líka hvort það sé einhver óþarfa spenna í herðasvæðinu eða hálsinum og leyfum okkur bara að haka fram. Tökum einn djúpan andardrátt í viðbót. Leyfum okkur að síga örlítið betur ofan í stöðuna. Á næstu myndum leggjum við sennilega á að dýna við reisum okkur rólega við. Finn ég jafnvel smá teygju framan á vinstra læri eða vinstri nála. Við getum líka aðeins beygt vinstri fótlegg upp og teygt vinstri handlegg aftur. Grípið utan um ökkla og athugum hvort við náum að teygja aðeins framan á vinstra læri. Komum svo rólega tilbaka. Drögum vinstri fótlegg upp að hægri og jöfnum aðeins mjaðmina hér. Komum okkur síðan aftur fyrir á 4 fótum og búum okkur undir að gera eins hinum megin. Þannig að innöndun lyftum við vinstra fæti upp og aftur. Á útöndun beygjum við vinstra hné í átt að vinstri úlnlið. Leggurinn leitar yfir til hægri og leyfum hægri fótlegg að síga rólega niður eftir dýnunni. Og það getur verið gott að setja kubba að púða hérna undir vinstra læri. Stillum okkur aðeins af, pössum að þyngdin sé í miðjunni, lengjum vel hrygginn og svo þegar við erum tilbúin að leyfa okkur síga rólega niður eftir dýnu. Bara eins og langt og hendur okkur í dag. Og gefum vel eftir. Og notum öndunum til að hjálpa okkur að gefa eftir inn í stöðuna. Þannig að hverri fráhöndun slökum við örlítið betur á. Tökum einn djúpan andardrátt í viðbót og gefum aðeins betur eftir. Á næstu innöndun leggjum við síðan lófa í dýnu og reisum okkur rólega við. Stöldrum aðeins við hér. Lengjum vel hrygginn og opnum bringuna. Athugum hvort við finnum jafnvel smá teygju framan á hægri nára eða hægri mjaðm. Og getum líka beygt hægri fótlegg, grípið með ökkla með hægri handlegg og athugum hvort við náum að teygja aðeins framan á hægri læri hér. Komum svo rólega tilbaka. Drögum hægri fótlegg upp að vinstri og jöfnum aðeins mjaðmirnar með því að rugga okkur til og frá. Við komum síðan fótleggina fram fyrir okkur. Grípum hnén og rúllum rólega niður. Og við skulum gefa bakinu okkur smá nudd hér. Við getum annaðhvort haldið þétt hnén og rugga til hliðanna. Eða grípum undir hnén og rúllað fram og aftur upp eftir hryggjasólinni. Og ef við erum að rúlla fram og aftur getum við gert það í takt við öndunina. Öndum það að þegar við komum upp og öndum frá þegar við rúllum niður. Síðan ætlum við að rúlla okkur upp í axlarstöðuna þegar við erum tilbúin. Nú förum bara inn í okkar útgáfu af axlarstöðunni.
Við getum annarkvort haft allt bakið í dínu og left handleggina liggja niður meðfram síðum. Eða þá við lyftum mjöðmunum upp. Leggjum lófa aftan á mjóbak. Göngum herðablaðið nefnilega saman. Og lyftum fótleggjum upp. En leiðum líkamann bara aðeins að vera á hvolfi. Og við skulum nýta tækifærið og fært að kreppa tærnar og rúla ökklunum nokkur hringi í báðar áttir. Við líka gert okkur innskif og útskif. Ef við ætlum sem að leiða fótleggjunum síður samfélag og róla niður eftir dínu frá höfuð og komin í plóg. Ef við erum með allt bakið í dínu, getum við gripið fótleggja og dregið á örlítið nær okkur. Þannig að mjúkt þegar aftan á báðum fótleggjum. Ef að tærnar snerta dýnuna, getum við prófa að losa handleggi. Jafnvel athugað hvort ná spenna greipar og rétta úr olnbogunum niður í dínu. Ég ætla að taka nokkra djúpa andardrætti. Þetta er velkoma að rétta úr ristunum og teygja aðeins að þeim. En við beygjum síðan hnén, leggjum lófan aftur þétt á bakið og rúlum rálega niður. Grípum hnén og ruggum aðeins til hliðanna hér. Leggjum síðan iljar í dínu, cirka mjaðmabreidd. Leggjum handlegginn niður meðfram síðum, spennum kviðinn og byrjum síðan hægt og rólega að þrýsta mjöðmunum upp frá dínu. Það er eins hátt og hendar okkur. Við getum síðan gengið herðablaðið saman eftir okkur. Jafnvel athugað hvort við náum að spenna greipar og rétt úr olnbogunum niður í dínu. Hér ætlum við athugað hvort við náum að slaka á rassvöðunum. Lega fótleggjanum að sjá vinnuna. Á næstu innöndun lyftum við mjöðmunum örlítið hærra og útöndun leiðum að síga rólega niður og losum handleggi og leiðum bakinn að koma rólega niður í dínu. Við leggjum handlegg út í sikur áttina og leiðum lófan að vísa niður. Og á næstu fráhandun leiðum við hnjánum að síga samfara yfir til hægri. Á innöndun reisum við rólega við. Og fráhandun sígum samfara yfir til vinstri. Og við höldum svona áfram í takt við okkar öndun og losum við bakið. Líka velkomið að lyfta fótleggjum upp úr dínu og halda hreyfinguna áfram þannig. Pössum bara að hlusta á mjóbakið okkar. Við stöðum síðan hreyfinguna, réttum úr fótleggjum beint upp í loft, spyrnum vel aftur í hæla, leggjum handlegginn niður meðfram síðum, spennum kviðinn vel og beinum hökunöldin niður í átt að bringu. Ætlum síðan að leiða fótleggjanum að síga rólega niður í átt að dínu. Og við förum bara á okkar hraða og virkjum kviðasvæðið vel hérna. En leið og hælarnir snerta dýnuna og gefum við alveg eftir.
Nú lefum okkur að sökkva þess ofan í dýnuna. Búum okkur síðan undir hryggvindu. Geymum vinstri fótlegg í dýnu. Beygjum hægri fótlegg, leggjum hægri yl ofan á vinstra hné. Vinstri handleggur grípur utan hægra læri og hægri handleggur vísar beint upp. Við lefum okkur svo rólega til vinstri og getum lyft okkur upp á vinstri miðan ef við viljum. Lefum höfðuna lítið til hægri og reynum að halda báðum öxlum í dýnu. Og hér ætla að beina öndunin í átt að hægri síðu. Og leyfa okkur að gefa eftir með hverri fráöndun. Við komum svo rólega tilbaka. Skilum hægri fæti aftur í dýnu. Beygjum vinstri fótlegg, leggjum vinstri yl ofan á hægra hné. Hægri handleggur grípur utan á vinstra læri og vinstri handleggur vísar beint upp. Leyfum okkur svo rúlla rólega til hægri og vindum varlega upp á rygginn. Leyfum höfðana lítið upp til vinstri og beinum öndunin í átt að vinstri síðu. Við komum svo rólega tilbaka. Skilum vinstra fæti aftur í dýnu. Og búum okkur undir síðustu og mikilvægustu stöðu dagsins. Shavasana, eða slökunarstaðan. Þannig ef það er einhver teygja sem að líkaminn kallar á, getum við gefið okkur smá stund og teygt núna. En annars komum okkur bara þægilega fyrir. Breiðum vel um líkamannum. Og leyfum okkur að gefa eftir. Getum tekið nokkra djúpa andardrætti. Fundu hvernig kviðurinn og bringan lyftast á innöndun, dragast saman á útöndun. Og gefum okkur svo smá stund í að hlusta á líkamann anda. Og við skulum vera í slökun eins lengi og okkur hendar. En takk kærlega fyrir að gera kraftmeira flæði með mér í dag. Om Shanti.